það er komin tími til að hringja í Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri. Vertu velkominn, Hilmar. Sættu, takk. Nú eðlilegt að fara bara yfir, hvað ég var að segja, samningsdrög Trump-stjórnarinnar og Klerkastjórnarinnar í Íran. Já, þetta eru 14 punktar. Þú veist að það er rosalega mikið tísku í Washington að búa til svona punkta, sko. Þetta er gert fyrir Úkraínu og fyrir Gaza og svo framvegis. En þessum vekur, ég vil fara þá yfir alla flesta þessar 14 punkta bara lið fyrir lið, en þessi vekur athygli það, sko, að hvað Bandaríkin eru að láta, hvað Íran að fá mikið fyrir að Hormúzsund verði opnað aftur fyrir stríð. Þá var þetta bara opið. Núna það lokað. Og það ótrúlega mikið sem að Bandaríkin láta af hendi fyrir þetta finnst mér. Og ég veit að það er ekki mikil ánægja með þetta í Washington og ég er alveg viss að það er ekki mikil ánægja með þetta í þetta samkomulag. Þetta er náttúrulega ekki endanlegt samkomulag, það á að semja endanlegt samkomulag á að taka 60 daga. En ef við viltu bara byrja á það að fara yfir hvert liðið eða hvert við viltu hafa þetta? Já, svo skulum við taka niðurstöðuna hvort að þetta sé merki þess að Bandaríkin hafi raunverulega tapað stríðinu eða ekki. En ef við bara stoppa mig, þú veist. Já, ef við skulum bara fara yfir þessa 14 punkta. En í lið 1, sko, þá er verið að tala sko, þá er náttúrulega verið að hætta stríðinu og og það á að vera með, og þar er Líbanon með líka, sko. Og þú veist alveg hvernig það hefur Ísrael hefur verið í stríði í Suður Líbanon og Líbanon er í þeim pakka og þá er spurningin hvort að Ísraelar fallast á það. Það er alls ekki ljóst og þannig að sko að það er grundvallaratriði að stríðið hætti því að það er sett inn í þetta Memorandum of Understanding sem er fyrst bara samningur sem er gerður eða skilningur sem er gerður áður en að gert endanlegt samkomulag að þá er spurning hvort að það haldi. Nú svo það í lið 2 þá er eins og sé fallið frá að segja refrain from interfering in each other's internal affairs, þá er þessi búið að falla algjörlega frá þessu sem var upphaflega markmiðið að það er stjórnarskipti. Það er ekki lengur á dagskrá og þannig að það er eins og þessi búið að viðurkenna það að þessi stjórn hún verði bara áfram. Síðan er í lið 3 þá er talað að þetta að semja þetta endanlega og það að taka mest 60 daga. Og þá er kjarnorkumálið, sko hvernig ég lesa kjarnorkumálið er ekki ljóst. Og við vitum það að samkomulagið sem að Obama gerði sem er kallað JCPOA, það tók 2 ár að gera það. Þannig að held ég hafi verið 2 ár. Þannig að það er spurningandi það. En allavega, svo er þetta 4. liður. Þá á að opna Hormúzsund og segja The United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran within 30 days of final deal. Og þá er spurningin, sko, hvað eiga þeir við? Sko, Bandaríkin með herstöðar út allt, alveg í kringum Persaflóan. Remove its forces, hvað átt við með því að það verið gengið langt í því? Og við vitum það ekki, en náttúrulega allar að fara að taka allar þessar herstöður í burtu sem þeir eru með í dag. Það er talað að Hormúzsund, það verði opnað og það verði engin ekkert gjald tekið þar í 60 daga. En svo er algjörlega óljóst hvað gerist eftir það. Og þá er talað það að Íran og Óman, þú veist að Óman er hinum megin við sundið, að þeir muni define the future administration and maritime service in the state. Það verið gert og það hefur komið fram hjá Íran að þeir að tala að vera að taka gjöld sem eru til að hafa tekjur af Hormúzsundi og myndi þá gera það í samvinnu við Íran og við vitum það að Íran er búið að setja fót stofnun sem á að sjá þá talað að $300 milljarða sjóður til þess að endurbyggja þróunar og endurbyggingar á Íran og þetta $300 milljarðar, þetta 90% af vergri landsframleiðslu landsins á heilu ári.
Þetta er mikið stór upphæð. $300 milljarðar, 90 slagar upp í að vera árleg landsframleiðsla Íran og það er ekki vitað hver á að borga þetta en það er talað jafnvel með þessi svokallaðu Gulf States þarna í kring takið þátt í þessu. Ég held að Trump hafi látið að koma fram Bandaríkin ætla ekki að borga í þetta og þetta kemur til viðbótar við það að losa frystar eignir sem að Íran á út allan heim sem við komum að síðar. Þannig að þetta er merkilegt, þetta slagar upp í að vera nýföld landsframleiðsla Íslands á ársgrundvelli sem þarna er að ræða. Síðan 7. liður þá er verið að tala að afnema allar refsiaðgerðir gegn Íran og það er eitthvað sem er stórt skref sem the United States will undertake to terminate all types of sanctions against the Islamic Republic of Iran. Það er mikið skref. En svo er líka að tala það í 8. lið þá er talað að Íran muni ekki leiðin að komast yfir eða þróa kjarnorkuvopn og þar er vekur athygli að orðalagið er ekki eins sterkt eins og í samkomulagi sem að Obama gerði sem er JCPOA sem var gert undir Obama-stjórninni. Þar er sagt í því samkomulagi that under no circumstances will Iran ever seek, develop or acquire nuclear weapons. Það er miklu sterkara orðalag heldur en í þessu MOU sem er núna. Þannig að Donald Trump ákvað að henda þessu samkomulagi sem Obama hafi gert fyrir eitthvað betra, en það virðist ekki vera að það hafi tekist að fá sterkara neitt sterkara í staðinn og það er meira sem sagt í samkomulaginu 9 þá að tala status quo on nuclear program að þá er eins og það eigi ekki að það eigi ekki að eyða öllu að Íran hefur verið að auðga úran og það er ótt það að þeir muni þróa kjarnorkuvopn og þeir eru konum með þetta langt neðanjarðar en þá talaði að það hefur verið óbreytt ástand. Í 10. liði talaði það að Íran geti flutt út olíu og allt olíu tengda framleiðslu allt úr landinu óhindrað. Og það kemur til viðbótar við þessa 300 milljarðar náttúrulega sem eru vítamínsbrautar, þá er allt í einu búið að aflétta því, þannig að Íran getur óhindrað flutt út olíu og olíutengda framleiðslu. Og þannig að það er eitthvað sem þeir að fá svo 11. liður. The United States undertakes to make fully available for the use of frozen or restricted funds and assets to the Islamic Republic upon implementation of the MOU. Það er þá eiga þeir að fá þessar eignir sem hafa verið frystar í öðrum löndum tilbaka. Og ég hef oft heyrt talað 24 milljarðar sem þetta er, sem er töluverð upphæð, þótt þessi lítið í samanburði þessar 300 milljarðar sem eiga að koma, sem við vitum ekki alveg hvað eiga að koma, sem til uppbyggingar á Íran eftir Íran hefur orðið fyrir þessum árásum. Og svo hefur ég að lesa þarna á CNN að það er talið að jafnvel að þessar eignir séu ekki bara 24 milljarðar, það er talið að með heilsi þetta eitthvað byrjun 124 til 167 milljarðar sem þarna eru, þannig að það væri enn ein vítamínsbrauta fyrir Íran. Og þannig að það er annað mál. Síðan er að lokum bara að tala framkvæmdina á þessu, það að opna Hormúzsund og eftir ákveðnum skilyrðum sem er talað í 1., 4., 5., 10. og 11. grein. Og svo að lokum á þetta að fara fyrir öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Þetta var að fara fyrir öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og vera samþykkt þegar þeir eru búin að semja endanlega og þar vitum við náttúrulega að Bandaríkin eru með fastafulltrúa, Bretland, Frakkland, en þær eru líka Kína og Rússland. Þannig að þá þarf að samþykkja þetta þar. Þannig að mér finnst ef maður skoðar þetta að miða við það að Hormúzsund var opið, frjálst, engin gjöld,
stríð hófst 28. febrúar á þessu ári og eftir allt þetta að þá hvað Íranar að fá mikið og ég sá bara einn álitsgjafi sem var að fjalla þetta alþjóðlegum vettvangi talaði að það eins og þetta hafi verið skrifað í Íran. Hins vegar þá getur maður líka eins og höfum talað í fyrri þáttum við það og það sem Trump vísar í að hann verður að semja hann verður að semja vegna þess að þetta er bara svo hættulegt fyrir heimsækjakerfið. Þetta getur leitt til alþjóðlegrar kreppu og það komið í ljós eftir stríð sem búið að standa yfir nægilega lengi til að sjá það að það ekki vinnanlegt hernaðarlega. Þó sá ég Mike Pence, fyrrverandi varaforseti sem kom til Íslands á þessum tíma, hann var að tala það að opna Hormúzsund með hervaldi. En ég held að það væru eiginlega allir búin að átta sig á því og það eru margir hershöfðingjar og aðilar sem eru sérfræðingar í hernaði sem eru búin að segja að það sé ekki mögulegt að opna Hormúzsund með hervaldi. En hann var enda að tala það. En ég held að Trump sé búin að átta sig á því það er ekki hægt, það er ekki möguleiki og þá stendur hann frammi fyrir því að steypa heimsækjakerfinu fram að einhverju hengiflugi eða allavega að skaða það mjög mikið og það ákveður hann frekar að fara þessi skref, en það er alveg ljóst að Íran er miklu betur sett á eftir því að Íran getur ennþá lokað Hormúzsundi og það getur verið að geta gengið ennþá lengra sem við höfum talað áður loka Rauðahafinu, þannig að Íran er að koma sterkt frá þessu að því virðist. Ég sé ekki annað og þú sér bara hvað þeir eru að fá mikið að það er greinilega allt kapp lagt á að ljúka þessu. En það er kannski of sterkt að orði hvernig við kallir þetta svona uppgjafa samninga Bandaríkjanna en það liggur við að Íranir fá eins konar skaðabætur í þessum $300 milljarða sjóð sem á að koma til enduruppbyggingar. Þeir losna við viðskiptaþvinganirnar, þeir fá aftur eignir sem hafa verið frystar víða heim. Það er talað að þeir hleypi öllum í gegn í 60 daga á Hormúzsundi og gerir síðan samning við Óman þar sem hefur verið rætt möguleika á því að rukka $1 eða $2 á hverju olíutunnu sem þarf fyrir í gegn. Þeir gangast ekki við harðari skuldbeitingu varðandi kjarnorku heldur þeir gerðu áður við Obama-stjórnina. Þannig það er raunverulega allt snýst það eiginlega að gefa eftir gagnvart Íran og þá er spurningin til hvers var farið í stríðið? Já, það er góð spurning. Það sem er talað í dag er það að Netanyahu sem er að horfist í augu við kosningar ekki í október að hann tókst að samfæra Donald Trump eitthvað sem hann hafði ekki tekist að samfæra aðra forseta að það væri hægt að stjórnvöld í Íran væru bara að hrynja og það þyrfti bara loftárásir í nokkra daga, þá myndi allt hrynja og fólkið í landinu myndi gera byltingu og taka við stjórn landsins og þetta yrði bara og þá myndi almenningur í landinu fagna því að Donald Trump væri frelsishetja og þú ekki gleyma því að þegar þetta gerðist eða var að gerast þá var Donald Trump nýlega búinn að fara til Venezuela og láta handtaka forsetann og hann var í einhverju svona bjartsýnn að Bandaríkin gætu að fara til í einn annan land og handtaka forsetann. Sú aðgerð þótti hernaðarlega hafa tekist mjög vel en auðvitað stekkt hann ekki stjórnvöldum frá stóli en hann rændi forsetann og síðan kemur þetta þessi hægt bara nokkrum dögum að gera þetta og ég held að Donald Trump hafi keypt þessa hugmynd frá Netanyahu að það hefði verið að gera þetta bara skömmum tíma þó að vita væri að það var eingöngu hægt að nota áráðast á Íran á lofti landherr var aldrei inn í myndinni og það er ekkert að beita sjó hann gat bara beitt árásir á lofti sem reyndar held ég að sé að vita að það er aldrei nóg sjáum þessu stríði í Írak þá þurfti til þess að koma Saddam Hussein frá völdum þá þurfti landherr til þess að taka hann það var ekki nóg að vera bara með loftárásir en allavega það virðist að hafa samhverst það og Íran núna, ég meina þeir hafa kannski ekki kjarnorkuvopn þeir geta að hafa gríðarleg völd með því að geta lokað Hormúzsundi hvenær sem og gert mikið tjón á heimsækjakerfinu þannig að sumir tala að það sé eins og að vera með kjarnorkuvopn allavega hafa þeir mikil völd og
það alveg ljóst að Bandaríkin eru ég meina, vel sett eftir þetta og það held ég mikil óánægja með stjórnmálamanna í Bandaríkjunum og ekki bara demókrata heldur úr flokki forsetans mikil óánægja. Hann myndi að sjá hvernig Lindsey Graham sem svona harðlínumaður með Ísrael mjög óánægður. Ég held að Netanyahu hafi ekkert sagt neitt opinberlega ennþá en það hafa komið yfirlýsingar frá, það alveg ljóst að Ísraelar eru mjög óánægðir með þetta og svo náttúrulega spurning hvað þeir gera. Ég meina, það í þessu MOU að það eigi að það verði vopnahlé í Líbanon. Hvað gerist ef að þeir brjóta það? Íranar náttúrulega vita það að þetta ekki vinsælt samkomulag í Ísrael. Á móti sjá náttúrulega Íranir það að þetta náttúrulega heilmikil gulrót sem þeir eru að fá í alls konar aflétta viðskiptaþvinganir í styrkjum, afhenda eignir, þessi sjóður eins og ég sagði áðan, þetta bara stór hluti árlegri vergri landsframleiðslu, þannig að þetta náttúrulega heilmikil vítaminsbrauta fyrir Íran, þannig að ég býst því að Íran muni gera allt sem það geta til þess að þetta verði að veruleika. Svo þegar verður samið endanlega þetta 60 daga ferli, við vitum að semja kjarnorkuprógrammið, eins og ég sagði, með Obama tók á 2 ár og hvernig á að gera þetta á 2 mánuðum nema þetta verði bara svipað samkomulag og Obama var með. En við líka verðum aðtúa það að þegar Obama gerði samkomulagið við Íran á sínum tíma að þá gagnrýndi Trump endurtekið að það væri verið að afhenda einhverju sem hann kallaði terroristri tími, þess að þetta væri lítið á þetta sem hryðjuverka stjórnvöld að vera að afhenda þeim mikla peninga og það voru einhverju tugir milljarða kannski. En það sem hann núna að gera með þessu samkomulagi miklu meira. Hins vegar þá náttúrulega getur hann sagt að hann segist ekki að láta neitt af þessum peningum að hendi sjálfur Bandaríkjunum. En það óljóst hvernig þetta verður gert, hvað ríkin í kringu Persaflóan eru tilbúin að leggja mikið af mörkum og hvað aðrir eru tilbúin að leggja, lönd sem hafa hagsmuni af því að opna þarna eins og Suður Kóreu og Japan, hvað eru lönd sem að sérstaklega löndin þarna í kring sem að hafa mikinn hag af því að stöðva þetta stríð sem að hafa eins og kallað tilvistarlega ógn að þessu stríði því að Íran gæti raunverulega eyðilagt grunninnviði eins og bara vassinnviði í þessum löndum. Þannig að þau lönd hljóta að vera til í að borga ýmislegt til þess að koma þarna á friði. Já, það voðalega erfitt að vera að passa sig sem maður að lesa fréttir hvað áreiðanlegt einhvers staðar sá ég einhvers staðar að United Arab Emirates væri tilbúið að greiða fyrir að þessar eimingastöður sem hún nefndir sem eru bara grundvöllur fyrir því að sé hægt að búa í þessum löndum, þetta eyðimerkur í raunverulega og það er að taka þetta vatn úr Persaflónum að eima það og annars væri óbyggilegt þarna og við sjáum það bara að orkuinnviðirnir hversu erfitt að verja þá, við sjáum það ekki bara í Persaflónum, við sjáum það líka í Rússlandi þegar Úkraína að ráðast á orkuinnviði í Rússlandi að erfitt að verja þetta. Þannig að þeir sjá fram á það, eyðileggingu. Það ekki bara það að Persaflóin sé lokaður og sem land svo Katar sem að flytur út gas, þeir komast hvergi með gasið nema að Persaflóin sé opin. Og annað Hilmar að það er náttúrulega lærdómur af þessu stríði fyrir þessi lönd er að þau þurfa að búa til varanlegt gott samband við Íran. Það er ekki þannig að Bandaríkin geti varið þau gagnvart Íran, þannig að þau verða bara að snúa við blaðinu og byggja upp langtíma samskipti við Íran. Já, það er náttúrulega stór hluti að árið verið tjóna þessum herstöðum sem Bandaríkin eru með þarna á gruninu, mörgum þeirra, og bara sýnt, við séum loftmyndir af þessu. Og það er spurning hvernig þessi lönd meta þessa stöðu, hvort að þau meta stöðuna að þetta sé að herstöð frá Bandaríkjunum sé eitthvað sem er öryggisreglið fyrir þau eða er þetta skotmark og þau þurfa að meta það og svo er spurningin hvort að Bandaríkin hvort að þau vilja endurbyggja þetta því að Bandaríkin þau verið að taka vopn og alls konar búnað frá Austur-Asíu til að færa þetta einhvern hvort að Bandaríkjamenn vilja raunverulega sjálfur, hvort þeir sjálfur vilja endurbyggja þetta og hvort þeir paragraf 4, the United States of America further undertakes to remove its forces from the proximity of the Islamic Republic of Iran
within 30 days of the final deal. Og þá spurningi hvað þetta all proximity þýðir. En það, og svo náttúrulega líka það að þessi lönd, ég held að landi eins og United Arab Emirates hafi verið að gefa sig út að þetta verið svona Sviss, Evrópu, eitthvað svona, þetta ríkt land og þarna var, ég kom til Katar fyrir nokkrum árum, þá var þetta sko náttúrulega gríðarlega ríkt land og mikið öryggi, sko, þú ert algjörlega öryggur hvar sem þú ert, þetta eru stöðug lönd og það hefur verið metið þannig þegar að fjárfestar hafa verið að fara þarna að það sé mjög lítið pólitísk áhætta að fjárfesta í þessu löndum. Þetta er mikið pólitískur stöðugleiki, þeir hafa góð tök á sínum málum, þetta eru mjög rík lönd og þau ganga mjög langt í að fá erlenda fjárfestingu án þess að spyrja margar spurninga og það hefur líka verið gagnrýnt. En núna bara staðan er þannig að Íran bara með kverkatak á þessu löndum og getur nýta hvenar sem er. Þannig að það hlýtur að vera allt endurmat á öllum eignum og framtíðarhorfum og velsæld þessara landa hlýtur alltaf að þurfa að endurmeta í þessu ljósi. Sátarnir hafa getað hluti til eitt þessu út með því að leggja leiðslu þvert yfir Sádi-Arabíu, en það leysir ekki allan vandann, það samt leysir vandann hjá þeim að sumu leyti og svo líka annað eins og Katar, þeir eru með þessa herstu frá Bandaríkjunum ekki bara út af Íran og Katar. Þannig að þessi Arabaríki hafi ekki alltaf verið samstíga. En auðvitað aðal óvinurinn og stærsta landið og hættulegasta landið er Íran, það ekki alveg ljóst. Og Íran auk þess ekkert eitt, þeir eru með, eins og þú veist, að fá aðstoð frá, tæknilega aðstoð og alls konar aðstoð bæði frá Rússlandi og Kína. En allavega ég alveg sammálaður að Íran að koma mun sterkara út úr þessu heldur en var og svo líka þetta varðandi við kjarnorkuvopnin. Ég meina hverjir eru raunverulegir möguleikar til þess að fylgjast með því nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Ég held að það kemur hvergi fram í þessu samkomulagi en þeir ætla að útfæra það á 2 mánuðum en hvort tekst að gera eitthvað betra heldur en það sem Obama gat gert 2 árum. Það efast ég, en það kemur bara í ljós. Íran kemur vel út úr þessum samningum og Bandaríkin ekkert sérstaklega vel en sá sem kemur kannski vest út úr þessu Ísrael og það eins og að þetta stríð við Íran hafi geti breytt samskiptum Bandaríkjanna og Ísrael. Núna í friðarsamkomulaginu þá tekur Trump-stjórnin augljóslega ekki svona nótis af því sem að Ísrael myndi helst vilja og það eru svona trúnaðarbrestur sem kannski byggir á því af hverju að fara út í þetta stríð og auðvitað það þannig að þótt að sumir vilja kannski draga það upp á Trump og Netanyahu og segja hverju vitleysingar að þá vita þeir líklega báðir að þegar hortir yfir söguna þá eiginlega engin dæmi það að sé hægt að steypa ríkisstjórn með loftárásum einum. Og þar leiðandi hefur legið fyrir einhver fullyrðing frá Ísrael, frá Mossad leyniþjónustu Ísrael, að í þessu tilfelli væri stæði klerkastjórnin svo veikt og stjórnarandstaðan væri það öflug að hún myndi raunverulega velta klerkastjórninni á örfáum dögum ef að Bandaríkin kæmu með loftárásir að fullu afli. Þegar áreynir þá reyndist þetta að vera tómþvæla. Það var ekki tæft í þessu sem að dregur náttúrulega úr möguleikum Bandaríkjanna á því að treysta því sem að Ísrael segir, ekki bara það sem Netanyahu segir að hann sé reyna að bjarga sínu pólitíska ferli, heldur næri þetta djúpt inn í svona grunnþætti Ísraelsk ríkisvalds, það sem að leyniþjónustan svolítið lykilatriði. Hvað gæti þetta orðið til þess að það yrði vík á milli vina að Bandaríkin myndu knýja einhverja lausn í gegn í Líbanon að þess að hlusta á Ísrael eða það sem Ísrael segir að séu sínir öryggishagsmunir? Já, þannig að þú veist að lítur Ísrael á Íran sem tilvistaróknir sig, þannig að þeir eru tilbúin að ganga mjög langt og tókst einhvern veginn að samfæra Trump þetta þó að þeir sem ég að tala við og heyri í að telja að það hafi ekki verið nein stjórnarandstaða Íran sem var tilbúin að taka við og taka við af klerkastjórninni ef hún færi frá. Ég engin aðdáandi þessara klerkastjórnar síður en svo en það var engin tilbúin að taka við og reynslan sýnir það að svona loftárásir þær duga ekki en einhvern veginn og maður sá það í fyrstu dagan eftir að árásinnar Íran hófust. Þá voru bæði Bandaríkin og Ísrael
þá var Trump að hvetja fólki í landinu til að nýta tækifæri að taka við stjórn landsins sem gerðist ekki. Og við vitum líka það sko, að svona loftarásir að þær verða mjög óvinsælar yfir tíma vegna þess að það ekki bara andstæðingar klerkastjórnarinnar sem láta lífið og verða fyrir tjóni, heldur líka fólk sem það ekki bara stuðningsmenn klerkastjórnarinnar sem verða fyrir tjóni og mannfalli, heldur líka þeir sem eru á móti henni og það ekkert vinsælt í Íran að Ísrael og sérstaklega Ísrael en líka Bandaríkin séu að gera árásir til að fá fram stjórnarskipti. Þetta verður Íran sjálft að vinna því í gegnum þessi vandamál sem það og þessar umbreytingar sem þeir þurfa að fara í gegnum hljóta þurfa að koma innan frá en ekki utan allavega einhverjir tugir aðila ef ekki 100 sem eru í forystunni. Það er bara skiptum að þetta er landið upp á 90 milljónir manna og það bara taka við maður nummer 2 og maður nummer 3 og þeir eru meiri harðlínumenn heldur en hinir. Þannig að það verður engin og Netanyahu, ég veit ekki sko, sumir að segja hann sko Trump hafði sagt, Trump hafði sagt Netanyahu að hann í fangilsi ef ekki væri ekki vegna sinna aðgerða og sín stuðnings. Netanyahu var náttúrulega í persónlegum vandræði og sumir halda því fram að eina leiðin fyrir hann að halda áfram að það séu ykkur átök. Ég ætti ekki að dæmi það sérstaklega, þetta hefur oft heyrst, en það er alveg ljós sko að svo hefur verið talað að samskipti milli Netanyahu og Trump séu mjög slæm, fallið þung orð, við höfum heyrt að öðru hverju. Ég hef ekki heyrt samtöluðum beint, það er styrt samband, auðvitað Netanyahu verður hikar mjög við að gagnrýna Trump því að Ísrael er algjörlega háð Bandaríkjunum, bæði efnahagslega og varðandi vopn. Þannig að það eina leiðin fyrir Ísrael að halda áfram að Bandaríkin séu á bak við Ísrael og kannski hefur Netanyahu litið svo að þetta veri eina tækifæri sem Ísrael hefur að ganga frá Íran og meðan hann hefur forseta sem var tilbúin að kaupa þessa hugmynd sem að Trump gerði en við sjáum hvernig þessu mistekist mjög alvarlega en hann hefur kannski haldið það en þetta hefur ekki gert og mér skilst í Bandaríkjunum séu stuðningur við Ísrael frekar að minnka. Hins vegar þá og stríðið í Íran er óvinsælt meðal bandarísks almennings. Þannig að approval rating hjá Trump eða þeir sem telja að hann sé að vinna vel sem forseti og að hagsmunum landsins það er ekki margir stór hluti þjóðarinnar sem á þeirri skoðun því að við vitum það að Donald Trump fór inn á America First Policy og engin new forever wars, engin stríð sem að taka endalausan tíma stoppa það alltaf en þetta stríð er búið að vera ofboðslega dýrt og svo náttúrulega kosning midterm-elections í Bandaríkjunum í nóvember og það er örugglega þrýstingur innan flokks Donald Trump að leysa þetta mál en á móti kemur heyri ég núna að sumir þingmenn republikana í sjokki að hafa séð hvað gengið langt til móts við Íran og svo hvað Íran mun hafa sterka stöðu í framhaldinu vegna þess að þeir geta lokað Hormúzsundi hvenær sem eða bara ef þeir í því skapi og þeir geta líka þess vegna lokað Hormúzsundi neðan að Rauðahafinu sem veri líka mjög slæmt og svo annað sko það er svo flugskeyti eða eldflugar sem Íranar hafa verið að skjóta í kallað ballistic missiles, cruise missiles að það er ekkert í þessu samkomulagi að takmarka þeirra framleiðslu á slíku. Við sér hvað þeir hafa gert miklar árásir á löndin í kringum sig og Ísrael og þeir hafa sagt svo við höfum ekki ballistic missiles sem geta farið til náð til Bandaríkjanna en við getum eyðilagt herstöðvarnar þeirra alls staðar í kring og svo við getum valdið þeirra bandamönnum miklum skaða. Og þeir hafa gert það. Svo heldur ekkert í þessu samkomulagi sem ég sá því það var gerð krafum það að Íran myndi ekki vera með þessa proxies í kringu sig. Þeir myndu láta af stuðningi við Houthis sem í Jemen, sem náttúrulega geta lokað Rauðahafinu. Þeir myndu láta af stuðningi við Hamas sem á Gazasvæðinu, eins og þú veist, og svo myndu þeir láta af stuðningi við Hizbollah í Líbanon. Það var sagt, en það er ekkert talað það þarna.
og við vitum ekkert hvernig, eins og ég sagði áðan, hvernig Ísrael mun bregðast við þessu, hvort að þeir munu bara halda áfram stríðinu við Líbanon til þess að koma í veg fyrir að þetta verði veruleiki, maður veit ekki, svo veit maður ekki hvað Hizbollah, hvað þeir gera. En má ég spyrja þessu vegna þess að eru samskipti Bandaríkjanna og Ísrael eða það hvað Ísrael háð Bandaríkjunum þess eðlis að vegna þess að Bandaríkjamenn fóðra Ísrael af vopnum og þá geta þau raunverulega ekki skotið þeim vopnum á nein skotmörk sem að Bandaríkin ekki samþykkja. Þannig að ef að Bandaríkin vilja ekki að þau skjóti á Líbanon en þau gera það, að þá gæti það orðið til þess að Bandaríkjamenn myndu draga stuðningsinn tilbaka og varnir Ísraels falla saman. Já, það er alveg ljóst að sko, nú munu svo kallar Ísraeli lobby sem þú kannast við John Mersamer, Steve Walt í Harvard, John Mersamer í Chicago og þeir hafa lýst þessu áhrifa lobby, svo kallar Ísraeli lobby, hvað áhrif auðvitað mun það fara alveg á fullt að reyna að fá þessu breytt og auðvitað er ekki búið að semja endanlega, þetta er bara MOU í 60 daga og svo á að semja en allavega það sem er búið að gefa eftir, það er svo mikið að það tilbaka. Svo veltið maður líka fyrir sig, Ísraelar eru með kjarnorkuvopn, ég veit ekki hvað þeir eru tilbúnir að ganga langt hvað þeir gera en auðvitað þetta sko samkomulag sem við erum að sjá þetta MOU, það þýðir það að Íran er að fá risastóra upphæðir til uppbyggingar í landinu og þeir geta náttúrulega nota þetta líka í hernað. Ég sé ekki hvernig á að koma í veg fyrir það, bara líka að ef að hagkerfið styrkist svona mikið, það var bara mjög mikið samband á milli sko sterkt hagkerfi, það þýðir það að ef þú vilt að getur verið komið sterkan hér líka og getur styrkt hann og þetta eru það miklar innspýtingar af peningum sem hann er að koma inn en varðandi Ísrael, ég veit ekki hvað þeir gera, en ég held að það sé alveg ljós sko að Donald Trump, hann verður að fara varlega í samskipti við Ísrael og sérstaklega Netanyahu í framhaldinu þessu, ég veit hvort að Netanyahu verður forsætisráðherra áfram eftir kosningar í Ísrael, ég veit það ekki. En hann verður að fara mjög varlega í samskiptum eftir þetta því hann er búinn að brenna sig illa á þessu og þetta skadar Bandaríkin. Bandaríkin eru ríkasta og öflugasta herveldi í heiminum og sér hvernig Pete Hegseth talaði hermálaráðherra, það var varnarmálaráðherra, hvernig hann talaði þetta að Bandaríkin myndu bara eyða öllu þarna og ekki hvað og Donald Trump Það sem meira var að þeir sögðu bæði Trump og Hegseth sögðu að þeir væru búnir að vinna stríðið fyrir mörgum mánuðum. Í júní í fyrra þegar var gert 12 daga árás, þá sögðu þeir að það væri búið algjörlega eyðileggja allt sem kjarnorkuprógram Íran, allt saman var ónýtt. Og við vissum það að það var ekkert rétt, sko, þeir voru ekki með vopnin til þess vegna þess að Íran eiga náttúrulega von á þessu og eru búin að koma sínum kjarnorkuprógrami svo langt neðjaðar að það næst ekki í það lengur. En þetta var sagt og núna var sagt að það er örugglega búið að stórskaða sjóherinn þeirra. Það er búið að valda ýmsu tjóni, sjóherri Íran, það er búið að valda örugglega miklu tjóni í Íran og ekki síst á bara borgaralegum eignum og líka fornum minjum sem hafa verið eyðilega sem Íranir eru örugglega mjög reiðir yfir. En það er leyniþjónustan, ég að heyra upplýsingar um leyniþjónustu Bandaríkjanna og leyniþjónustu segja það að það sé langt í frá að Íran sé búið að vera hernaðarlega. Þeir hafa ennþá mikla getu og þannig og það hlýtur að vera ástæðan fyrir því að Donald Trump þegar ég að gera þetta samkomulag, hann sér það, hann auðvitað veit, sko, við gerum alltaf greinum að því hvað hann segir almenningi með hvað hann segir hvað menn segja bak við lokaðar dyr, hann náttúrulega að fara í kosningabaráttu, þannig að hann verður að mála þetta þeim litum og náttúrulega bæði Íran með lýsa við sig út af þessu samkomulagi sem núna er komið, þeir eru algjörlega að sigra stríðið og svo mun Bandaríkjamenn gera það líka en það er alveg rétt að það átti að vera búið að eyða öllu þarna en við vitum það að hernaðargetan er ennþá mjög mikil og þeir hafa aðstoð að tveggja annarra stórvelda
Þannig að þá hefur Trump ákveðið að þetta samkomulag sé skárra heldur en það gerir ekki neitt. Ég held að sé sennilega rétt hjá hann. Því að þetta skárra heldur en að setja allt heimsækkerfið í uppnám. En hann hefur áður svona lagt á borðið samningsdrög í alls konar punktum sem að síðan hefur ekki orðið þegar bara fyrir meira en ári síðan eða ári síðan að þá voru samningsdrög til þess að slökkva á Úkraínustríðinu sem að margir sögðu að væri bein uppgjöf Bandaríkjanna og Úkraínu gagnvart kröfum Rússa. Það var ekkert af þessu. Nei, það var, ég meina, þeir náttúrulega, hann með Steve Witkoff í þessu og Kushner, þetta eru menn sem eru mjög svona algjörlega óvanir, alþjóðasamskiptum hafa enga reynslu, það hefur verið bent á það oft mörgum sinnum og það voru alls konar punktar gefnir út og það var oft sagt að það væri búið að semja 90% eða 95% og þessi 10 eða 5% sem átt að vera eftir, það eru risastóra atriði sem að voðalega erfitt að semja þetta er bara eins og til dæmis hvað að lega landamærin að vera hjá Úkraínu, hvernig Úkraína tengjast að Evrópusambandinu og NATO, stríðskaðabætur til Úkraínu frá Rússlandi og svo framvegis og sem að voru þarna og hvað verður frystar eignir Rússlands í vesturrænum bönkum, risastóra atriði sem er ekkert búið að leysa og hafa aldrei verið leyst, þannig að það var ekkert úr því En með þetta þá held ég að ég held að það verið utanríkisráðherra Írans sem sagði það að þetta samkomulag ætti marga óvini og Íran veit það alveg, þannig að ég hugsa að Íran reyna að hanga á þessu samkomulagi að hafi ákveðið hvata til þess vegna þess að þeir eru bara að fá það mikið út úr þessu. Við utan það að ef þeir fá þessa 300 milljarða einhvers konar sjóð sem að vinnur að uppbyggingu Íran og þeir fá þessa peninga tilbaka sem eru frystar eignir, ef þeir eru aflétt viðskiptaþvingunum sem eru búin að vera í gildi meira og minna frá 1979, þá það bara risastórt mál fyrir Íran. Þeir hafa allan hvata til þess að reyna að hanga á þessu og Donald Trump vill koma þessu frá og Bandaríkin ekkert að láta mikla peninga frá sjálfu sér í þetta. Þetta aðalega spurningin hvaða álit Bandaríkin hafa þetta verður á stöðu Bandaríkin í heiminum en þeir eru ekki að láta beinlínis peninga í þetta og það kemur svo bara í ljós hvað þessi svokölluðu Gulf States þarna í kring eru tilbúin að leggja mikið. Ég held að voru að benda á það áðan að senn eru þau tilbúin að leggja töluvert mikið af mörkum og maður getur alveg ímyndað mér að lönd í Austur-Asíu eins og Japan og Suður-Kórea og Kína og ýmsir aðilar séu tilbúinir að koma og leggja töluvert í þetta bók vegna þess að þessir aðilar hafa mikla hagsmuni. Það er ekki spurningi hvað einkaaðilar, fyrirtæki og einkaaðilar í þessum löndum eru tilbúin að leggja mörkum bara til þess að reyna að ná upp einhverjum stöðuleika. Því þetta er náttúrulega, ef skoða Persaflóan, þarna eru í borgir sem hafa verið byggðar nýlega gríðarlega mikla fjárfestingar sem þarna hafa verið og þetta hefur litið á þetta sem svona örugt svæði, mjög friðsamt og lítið glæpi og stöðuleiki og mikil uppbygging og miklar auðlindir og allt þetta. Allur þessi svona áhættu prófíl þessa svæðis gjörbreyttur og miklu verri heldur en það var áður og það hefur áhrif á verð fasteigna þannig að það eru margir aðilar sem hafa mikla hagsmuni af því að það náist einhver stöðuleiki þannig að það er ekkert víst að verið neitt erfitt að fá þessa 300 milljarða dollara þó að Bandaríkin kom ekki beinlínis með peninga því að Donald Trump að segja að hann ætti ekki að eyða skattpeningum í þetta mál. Þessi held ég Það er alltaf erfitt að spyrja menn hvað Donald Trump að hugsa. Eitt sem hann sagði, ég held að það hefur bara verið í nótt á okkar tíma, þá sagði hann og var að skamma Netanyahu og Ísraelsmenn fyrir að vera að bombardera suður Líbanon, brjótandi niður þar íbúðarhús í leit að einhverjum örfáum Hezbollah-mönnum. Hann sagði að það væri eiginlega betra að láta Sýrlendingana Líbanon frekar heldur en Ísraelsmenn. Í Sýrlandi er nýkomið til valda, hvað heitir hann, Ahmed al-Sarraj. Og í Sýrlandi eru sunni-múslimar í miklu meiri hluta en Hezbollah Shia-múslimar eins og í Íran. Kanntu að reyna að lesa í það hvað Trump eiginlega að meina með þessu?
Þetta Mér er að finnst þetta síga voðalega ólíklegt. Al-Sierra sem að Ahmed al-Sara var nú eiginlega liðsmaður í áður en hann komst til valda. Þetta er að síga þeim á Líbanon í staðinn fyrir Ísrael. Ég hef ekkert verið að skoða Sýrland mikið, en ég held að það sé voðalega erfitt að sko múslimaríki að fara að eyða öðru múslimaríki. Það er ákveðin samstaða með múslimum. Það er líka ólíkar tegundir múslima í Íran og Pakistan. Pakistan hefur verið að miðla málum í þessu máli, þessu Íran-máli. Þannig að ég myndi ekki að sko múslimar fara, hvort þeir eru Shía eða Sunni, menn þetta þyrfti maður helst til að vera almennilega asir, þá þyrfti maður að læra trúarbragðafræði. Það er mjög mikilvægt í þess að skilja hvað er að gerast í samtíða samskiptum. Það er orðið mikilvæg grein til að skilja, því ég er ekki sérfræðingur í Shía og Sunni, en mér finnst þetta vera fráleit, sko. Ég meina Sýrland er í upplausn og niðurbrotið land og þeir eiga alveg fullt í fangi með að halda sínu eigin innra öryggi í lagi, hvað þá þeir fara í stríð við trúbræður sína þó þessi tilheyra öðrum hópi. Ég meina Pakistan og Íran eru líka ólíkir hópar múslima, en þessi lönd myndu, ég held að sé ekki, þau myndu fara að ráðast hvert á annað. Ég meina það eina landi sem hefur áhuga á að ráðast á eða vill eyða í Líbanon er Ísrael og taka suðurhluta Líbanon, það er landið sem vill gera þetta og hefur ákveðna getu til þess, og ég sá líka einmitt að segja sem Trump sagði að þau eru að sprengja upp heilu blokkirnar af því að það er einhver kall sem að gengur, einhver sem gengur hérna inn í þessa byggingu sem þeir halda sér óvinsinn og það sprengja heila blokk fulla fólki eða eitthvað. Þannig þetta eru mjög svona, ég skil vel að Trump sé farin að pirrast yfir þessu og það er greinilega orðaskiptin sem fara fram. Hann sagði einhvern tímann að hann hafa sagt við Netanyahu, ég veit það er alveg rétt, en ég heyrt að hann hefði sagt að hann hefði enga dómgreind. Og ég meina, það má segja að það sé alveg rétt, en eins og þú varst að benda á líka. Það var haft eftir Trump, það var Trump sjálfur sem sagði það var sagt þetta við Netanyahu. Já, ok, því maður setur alltaf fyrirvara, ég heyrði þetta ekki sjálfur, það er svo margt sagt, maður er alltaf að reyna að tekka hvað er rétt og hvað er rangt í þessu, en það er náttúrulega mikið styrleiki þarna á milli og ef að Bandaríkin ákveða að draga verulegu stuðningi við Ísrael, þá verður Ísrael að fara að breyta sinni stefnu. En það eru til menn eins og John Mearsheimer, prófessor sem þú veist hver er í Chicago, hann hefur jafnvel sett það fram þá kenningu að ef að Ísraelar verða mjög óttaslegnir við Íran og að verða og sjá ekki fram á það, úr því gátu ekki með þetta tiltölulega langa stríði sem loftar á sér og með notaðslu öllu, það gátu ekki raunverulega komið í veg fyrir að stoppað Íran í því að vera með kjarnorkuprógram, hvað þeir muni gera með sitt, hvað Ísrael dettur í hug að beita kjarnorku, ég veit ekki, ég vona að það sé ekki neina líkur á því, en það er spurning hvað Ísrael að ganga langt ef að þeir sjá fram á það að Bandaríkin er ekki lengur með þeim í þessu og jafnvel Bandaríkin sem er ríkasta og öflugasta herveldi í heiminum getur ekki fundið neina hernaðarlausn á þessu máli. Það getur ekki, Bandaríkin get ekki opnað Hormúzstrætið, það er hversu ótrúlegt sem það er að svona fátæktir ríki eins og Íran sem er búið að vera með undir miklu viðskiptaþvingunum og svelti í hér halva öld, að það skuli hafa þessa getu sem það hefur, að það er náttúrulega við einhverjum spurningar og það er spurning hvað Ísrael að gera þarna á móti, en mér kem ekki óvart þó að það fari að verða erfiðara fyrir Bandaríkin, fyrir Ísrael að fá aðstoð frá Bandaríkjunum. Þá eru aðrir eins og Lindsey Graham í öldungadeildinni sem eru bara styðja Ísrael í hvaða vegferð sem Ísrael fer, en þeir hafa gríðarlega mikið stuðning. En það er alveg ljós sko að Ísrael getur ekki unnið Íran í stríði. Fyrst að Ísrael og Bandaríkin geta ekki unnið Íran í stríði, þá mun Ísrael sjálft ekki geta það og Ísrael stendur ekki tilstaklega vel sem hagkerfi. Þú getur ímyndað hvernig hagkerfið er farið. Ég meina stór hluti af tekjum Ísrael var ferðamannaþjónusta. Þetta er náttúrulega land sem mjög margir vilja heimsækja. Það hlýtur alltaf að vera meira og meira ónýtt. Þannig að hagkerfið hefur orðið fyrir mjög miklu tjóni og svo hefur sennilega orðið töluvert mikið eignatjón í landinu. Og það vill enginn fara þarna og svo líka margir Ísraelar sem vil ekki búa þarna lengur því það er enga líkur á langtíma friðarsamkomulagi í þetta. Þannig að þetta hefur stórskaðað hagkerfi
Ísrael þetta ástand sem þarna orðið og svo maður þetta að heyra hvað þeir gera í framhaldinu. Ég þykist vita það að það sé mikil reiði meðal stjórnmálamanna í Ísrael yfir því að Trump skuli hafa skrifað undir þetta samkomulag. Herðu, Hilmar, við skulum sitja komin núna og svo höldum við áfram í næstu viku eða þar næstu að fjalla heimsmálin. Því miður nóg að fréttu það, en kannski þetta jákvæð frétt að þessi búið að slökkva á þessu stríði ef að það búið að slökkva á því. Við veitum það náttúrulega ekki. Þetta er ekki samkomla sem nær djúpt inn í forsendur átakana í Mið-Austurlöndum, ekki frekar heldur en samkomulag sem að Trump samdi í tengslu við Gaza. Það ekkert sem bendi til þess að það slökkvið á þeim vanda sem að þar var að baki. En ég þakka fyrir því. Já, ég held að það sem við vorum að segja áður, við vorum að segja það áður, að þetta er mjög erfitt að semja, en það er svo miklu hagsmunir í húfi að Trump er tilbúin að ganga mjög langt og það er sem hann hefur gert. Já. Þetta svo sem óskup líkt og við höfum rætt áður, Hilmar, það verður að segjast. Takk fyrir í bíli, við heyrjumst svo seinna. Takk fyrir, takk. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hana heim og samfélagið og sjálf okkur. Næsti kapli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is